Hann ætlar að tala Java, eða úr Java í JavaScript, heldur. Þorgils sjálfsmenntaður forritari. Hann hefur starfað síðan 2001 hjá Krabbameinsskrá, Krabbameinsfélags Íslands. Hann hefur séð forritun og viðhald forrita, úrvinnslu og uppsetningu gagna, upplýsingaöryggi og ýmislegt fleira sem tengist gögnum og gagnavinnslu. Þorgils hefur tekið þátt í og komið að stofnun ýmissa verkefna eins og hugmyndaráðuneytinu, þjóðfundum, stjórnarskrárfélaginu og TEDx Reykjavík. Ég held að sé bara ekkert vanbúnaði. Gjörið þið svo vel. Þorgils. Takk fyrir. Já, ég búinn að vinna hjá Krabbameinsfélagi Íslands í núna verða 14 ár, það kom að fermingu. Og fyrir ykkur sem eru haldin kóðalosta, þá þetta eini Java-kóðin sem eða JavaScript-kóðin sem munu sjá í dag. Þannig að njótið með þið getið. En ég ætla að segja ykkur frá verkefni sem við erum í gangi á Krabbameinsskrá Íslands. Það sem við erum að endurforrita innsláttarforrit og erum að flytja okkur úr hefðbundum Java-forritum yfir í JavaScript og HTML5 og CSS. Og ég ætla að byrja að segja ykkur frá Krabbameinsskrá, en hún hefur rekin af Krabbameinsfélagi Íslands síðan 1954, 10. maí, og Krabbameinsskráin svipuð öðrum krabbameinsskráum í heiminum og sérstaklega norrænum krabbameinsskráum, það eru mjög svipaðar. Og það hlutverk þeirra að skrá upplýsingar öll krabbamein sem að finnast til þess að hægt sé að gera vísindarannsóknir og finna út hvernig best að meðhöndla sjúkdóma, sjá hvaða sjúkdómar að vaxa, hvaða sjúkdómar að fjara út og svo framvegis. Þannig að þetta nota heilbrigðiskerfið á sem skilvirkastan hátt. Og einnig að reyna að komast að leyndardómum krabbameinsins, hvað að gerast þar. En það sem einkennir norrænu krabbameinsskráirnar það að þær eru ná til heillar þjóða, þannig að það eru allar upplýsingar skráðar og þess að eru upplýsingar á engan hátt brenglaðar, en það eru líka allar byggðar á kennitölu sem að gera skráninguna mun nákvæmari heldur en ella. En þótt að Krabbameinsskráin sé orðin 60 ára gömul, þá var nú búin að leggja niður rúnaletrið nokkrum árum áður, en í upphafi þá var skráð mein á spjöld og það var handskrifað og velritað, en svo leið og tölvutækni fóru að koma til sögunar að þá fóru Krabbameinsfélögin og Krabbameinsskráirnar að nýta sér hana. Og með því fyrsta sem við notuðu voru gataspjöld, en það hafa líka verið notaði flestallir miðlar í tölvuheiminum eins og segulbönd og seguldiskar og svo auðvitað eitthvað sem við þekkjum frekar í nærtíma eins og harðidiskar, diskettur af öllum stærðum og gerðum og geisladiskar og sjálfsögðu súkkulaði USB-lyklar. En síðast var Krabbameinsskráin forrituð árið 1999 og það voru fengnir nemendur í lokaverkefni í HR til þess að sjá forritunina. Og á hverjum tíma þegar að vera að forrita svona kerfið þá það náttúrulega tíðarandinn og hvað í umhverfinu hverju sinni sem að ræður því hvaða leiðir eru farnar og á þessum tíma þá var Oracle eitt stærsti gagnagrunnurinn og öruggasti og annað sem var að Oracle og Java voru bundnum nánum böndum og það endaði líka með því að Oracle keypti Sun og eignaði sem sagt Java og rekur það í dag. En einnig með Oracle á þessum tíma þá var heilbrigðisgeirin mikið að fara yfir í Oracle og til dæmis eins og sögukerfið og fleira og það var talið á þessum tíma að það yrði miklu meiri tenging á milli heilbrigðiskerfana, að það yrði tenging á milli sem sagt kannski sögukerfisins og Krabbameinsskrárinnar. En svo fór reyndar endanum ekki. En svo þarf náttúrulega ykkur að viðhalda lífstíl Larry Ellison sem einn ríkasti maður heims. En þegar við fórum að skoða núna hvað við vildum gera og þá fórum ég að rannsaka umhverfið og þegar ég segi ég sem sagt einyrki hjá Krabbameinsskráni, sá sem sér alla forritun, bæði bakenda og framenda. Þannig að allar ákvarðanir sem eru teknar af mér og þess vegna ef allt fer til fjandans þá mér að kenna. En sem betur fyrir hefur það ekki gerst allavega ennþá. En þegar ég fór að skoða umhverfið þá sá ég fljótlega að það væri möguleiki að nota vefforritun og þess að single page application eða SPA. Og það sem sagt, kosturinn við það að það hægt að skrifa kerfi einu sinni og láta það sem sagt, sækja það á hvaða tölvu sem það þarf ekki að setja upp hugbúna á hverju tölvu fyrir sig og ýmislegt fleira sem eru kostir þar.
En fyrir ykkur sem veit ekki hvað single page application að þá það þannig að í rauninni opnuð ein síða í vafranum og svo notuð dýnamísk aðferð eins og Ajax til þess að sækja upplýsingarnar á bakendan inn í framendan. Þannig að það gerist allt dýnamískt en það alltaf einni síðu. Þegar ég fór að velta fyrir mér hvers konar bakenda og framandi við myndum nota, þá sá ég fljótlega að eitt af vandamálum sem við höfum átt við að það alveg helviti að reka Oracle-gatnagrunn. Bæði dýrt og erfitt að uppfæra og slíkt og við erum mjög lítil deild og höfum ekki mikla resursa til þess að viðhalda svona gatnagrunni. Þannig að við ákveðum að skipta út gagnagrunnum og fara yfir Postgres. En það sem ég hafði áður notað til dæmis Tomcat og Java Server Pages á bakendanum og kunni það ágætlega að það vildi ekki henda allir þekkingu út og byrja upp á nýtt. Heldur ákvað ég nota allavega eitthvað af þekkingunni. Og það sem að Tomcat og Java Server Pages hvort þeir svona web services að þá var ekki til fyrirstöðu að nota þá bakendanum. Ég gæti svo bara í framtíðinni hent út því og skipt út fyrir Node.js eða hvað svo sem ég vil. Síðan á framöndanum að þá sá ég fljótlega að ég vildi nota HTML5 og CSS því það bauð upp á ýmsa möguleika sem myndi henta okkur í innsláttarvimundunum og þá sá ég fljótlega að Chrome var best að styðja við HTML5 og CSS á sínum tíma og því ákvað ég að nota Chrome-vafran sem keyslutæki fyrir síðuna. Síðan fór ég að skoða hvað gæti einfaldað forritun á framöndanum og rakst fljótlega á AngularJS og það ekki eina svona slíkt kerfi fyrir framönda en ég sá fljótlega að það myndi henta mér og því sem ég var að gera mjög vel en betur að því seinna. En kannski líka eina ástæðan fyrir ég valdi AngularJS að þið svipar mjög til svona þangagangsins eins og í JSP en líka vegna þess að það búið til úr regnbogum og einhyrningum og kettlingum. En ég áður ég held áfram að þá ætla aðeins að fjalla upplýsingaöryggi því að krabbameinsskrá að safna persónugreinlegum upplýsingum sjúklinga og sjúkdóma og þetta eru mjög viðkvæmar upplýsingar sem að skiptir máli að við verndum eins vel og við getum. Og það ýmsar ástæðanir sem við höfum gripið til þess og meðal annars það að nota staðla eins og ISO 27000 staðalinn og ýmislegt fleira og eins og þið sjáum hérna á teiknimyndinni sem frá xkct.com og ef þið þekkið það ekki þá ég bara skammast ykkar og fara beint þangað inn og kynna ykkur það betur. En að ef maður hreinsar ekki innsláttargögnin sín að þá getur maður lent í því að Robert Drop Table Students verði skráður í skólan hjá þér og hreinsi út allar gagnaskráningarnar. Þannig að það að rosalega mörgum atriðum að huga þegar verið að skrá gögn ofan í gagnagrunna og safna upplýsingum og við höfum átt í góðu samstarfi við þjónustu aðila við að tryggja allt öryggi, til dæmis varðandi hugbúnaðar eldveiki og velbúnaðar eldveiki og svo fleira. Þannig að við höfum reynt að fara eins ítarlega í það að tryggja gögnin og við mögulega getum. En 100% öryggi nefnilega 0% framleiðni því ef maður ætlar að hafa eitthvað 100% öruggt þá bara sleppir maður í. Það eina leiðin. Þannig að til þess að framkvæma eitthvað svona hluti og við náttúrulega verðum að safna þessum upplýsingum því það mikilvægt að skrá upplýsingar um krabbamein að þá verðum við að finna eitthvað gullin meðalveg og sem stundum við tala 80-20% regluna en við höfum til dæmis fundið út að það sem skiptir mestu máli bara góð skjölun og verklagsreglur og að til dæmis varðandi kerfin að þegar það verið að flytja á milli kerfa það sé vel skjalfest þannig að hvaða öryggisráðstafanir eiga að flytjast á milli kerfa. Þannig allt þetta þarf að vera vel skráð. En þá að viðmótinu sjálfu, það kannast kannski margir við svona Java Swing eða svipað viðmót og þetta svona hefðbundið innsláttar viðmót. Það eru til innsláttar reitir, það eru felligardínur, hakabox og radiobox og fleira. Og það sem kosturinn við þetta svona staðlað. Það mjög einfalt að taka bara að búa til forrit í þessu. Notandinn veit að takki takki, innsláttarbox innsláttarbox og það lítur alltaf eins út. En þetta bara mjög ljótt og það ekki hægt að búa til svona jákvæða notendu upplifun í þessu. Það ekkert svona mjög opið umhverfi til þess að búa til jákvæða notendu upplifun. Hins vegar í HTML
að þá höfum við miklu meira ráð á að búa til jákvæða notendaupplifun. Og hérna sjáum við til dæmis frá Twitter dæmi sem heitir Bootstrap og það er bara pakki sem maður getur hlaðið inn í verkefnið sitt og byrja að nota frá þeim felligardínur og allt það sem við þurfum að nota og með mun jákvæðar svona positífri upplifun fyrir notandan. Og svo er hægt að forrita alls konar skemmtilegt ofan á þetta til þess að gera það ennþá áhugaverðara. Svo eru komnir til dæmis eins og Google að þeir eru konum með nýtt kerfi sem heitir Material Design. Það sem þeir eru búin að búa til eitthvað svona hönnunarstaðal fyrir alla sína línu frá snjallsímum og upp í desktop. Þannig að þeir sem eru að forrita lausnir í Google lausnum, í Android og fleira, að þá geta þeir nota þetta staðlaða kerfi yfir alla línuna og þannig að notandinn fær samskonar upplifun í öllum tækjum. Hérna sjáum við gamla innsláttarviðmótið á krabbameinsskráni og þetta er bara mjög hefðbundið Java Swing kerfi sem er með innsláttarreitum og töflum og fleira. Svo þegar ég fór að spyrja notendur á skráni hvað þeir vildu að fá í nýja forritinu, þá sagði við fá bara mjög svipa forrit á þetta en við viljum gera svona smávægilegar breytingar. Þannig að við fórum að gera wireframe og við gerum það í Excel af öllu og það virkaði bara alveg ótrúlega vel. Og svo prentaði ég út nokkur eintök og hendi starfsmennina og þær krótuðu inn á þær breytingar, flytja þennan reit þangað, laga þetta, henda þessu út og svo framvegis og svo unnum við okkur fram og tilbaka þangað til við vorum komið með svona eitthvað layout sem við vorum sátt við að við vildum búa til. Og þá gæti ég farið að búa til eitthvað í HTML og CSS sem við vitum öll að er alveg awesome til þess að setja upp viðmót eða not. En sem betur fer að í CSS3 að þá eru komin alls konar nýjir komponentar sem að hjálpa verulega við að setja upp svona viðmót og þar á meðal er Flexbox. Og fyrir þau sem kannast ekki við Flexbox að þá er þetta aðferð til þess að búa til teygjanleg og sveigjanleg viðmót og það náttúrulega virkar sérstaklega vel í svona flexible viðmótum. Og hérna sjáum við að parent sem er gult og children sem er blá að við þurfum fyrst að segja forritinu að þessi element séu flex fyrir eins og rætt yfir og svo getum við sem sagt séð að barn 1 er flex 1, barn 2 er flex 2 og barn 3 er flex 3 og það þýðir að barn 1 er helmingurinn af barni 2 og þriðjungurinn af barni 3 og svona getum við búið til alls konar stærðir og svo þegar við tegjum og tökum við viðmótinu að þá passar CSS-ið alltaf upp á browserinn að allt tegjist rétt samhliða þessu. Svo getum við líka endur raðað hlutunum. Áður sögðum við að raða þessu í röð, en við getum líka sagt með einni skipun raða þessu í dálk. Og við getum líka endurraðað elementunum með því að segja order og sett 3 efst, 1 í miðjuna og 2 neðst. Þannig að til dæmis við varum að búa til heimasíðu sem á að virka eins á snjallsíma og spjaldtölvu og á stórum skjá. Að þá getum við sagt, settum valmyndina hér í þetta skiptið en þegar úr til þessu viðmóti sett hana þarna. Þannig að Flexbox býður upp á hellinga möguleikum og eitt af besta við það að þið sjá að tölunar eru fullkomlega miðjar inn í bláu reitunum. Áður fyrir CSS var þetta hreint helviti en núna er þetta bara 2 línur á kóða. Eða kóða, já. Svo fór ég að setja upp viðmótið og ákvaða að hafa einhvern haus og navigation bar og svo var main svæði þar sem að innsláttargluggarnir væru á og svo var einhver footer. Og hérna er HTML á baku það og þarna sjáum við að HTML elementin heita sama og hausinn navigation elementi og alltaf. Þannig að mjög einfalt að viðhalda grunnlayoutinu. Ég get bara með einni skipan flutt hluti til án vandræða. Þannig ég get sett hausinn í staðinn fyrir footer og öfugt, ef mér sýnist. Svo bætum við smá action þarna inni og eins og sagði við vorum að nota Angular. Að við byrjum á því að þurfa að sækja CSS og liturgerðir en það er náttúrulega lítið pláss á skjánu til þess þannig að ég bara skrifa það þarna. En svo virka ég Angular með þessu ng-app og ng-controller
Svo næst að ég get sett breytur inn í HTML-kóðan sem eru þessi tvöföldu skrautsvigar og svo get ég sett breytuheiti inn í það þannig að þegar við kalla á ykkur gögn þá sér Angular að uppfæra dýnamist sjálfkrafa. Þannig að ef ég kannski segi náði notanda Jón þá sækir hún bara upplýsingar notanda Jón og setur þarna inn. Svo sjáum við þarna number, /registration og þetta svo kallaður router í Angular að við getum búið til fullt af viðmótum og kallað inn eitt og eitt í einu. Þannig að þegar notandi skýtur á hnapp og kallar á viðmót að þá sér Angular bara að sækja rétt viðmót. Og ngView, það það sem hún sækir router upplýsingarnar inn í og fyllir HTML þar inn. Þannig að þetta svona auðveldar okkur að hafa yfirsýn yfir HTML okkar en svo getum við sótt dýnamist allt sem okkur sýnist og þetta gerir líka til þess að við viljum gera svona animations, gera þetta rosalega töff, láta þetta fljúga inn og alls konar að þá einfaldar þetta alveg hrikalega. Og hérna sjáum við svona gróft hvernig svona router function virkar. Við erum nokkra hnappa, svo þegar notandinn ýtir okkur hnapp þá sækir Angular rétta sýn og setur inn í viewið hverju sinni. Síðan hélt ég áfram að búa til viðmótið og út frá því sem notendurnir voru búin að velja að það ákveða að setja upp svona eins og eyjar, gagnaeyjar, þannig að mismunandi funksjón fyrir mismunandi eyjar. Og bláu eyjarnar sem þið sjáið, það eru innsláttar viðmótsreitirnir og svo sjáum við svona strikalínur í kring og það eru ósýnileg HTML element sem að sjá til þess að raða hlutunum rétt upp. Eins og við sáum áðan, raðaði þessu í röð, raðaði þessu í dálk, settu nummer 1 þarna, 2 þarna og svo framvegis. Þannig að við höfum alveg fullt kontról yfir því að breyta þessu eins og okkur sýnist. Hérna sjáum við HTML-kóðan á baku viewið og ef við zoomum aðeins inn í hann, að þá sjáum við hérna að við erum með við erum með seksjónir og það eru ný HTML5 element sem eru kallað seksjón og það eru bláu eyjarnar. Síðan ég með klasa sec1, sec2, sec3 fyrir hver klasa til að segja hvernig hann líta út og haga sér og virka. Svo sjáum við ng-include source og það eru vísanir í HTML síður sem að sækja kóðana sem að fara inn í viðmótið. Þannig að ég held viðmótinu alveg hreinu, layoutinu, en svo eru allir hnappar og innsláttar input, þau eru geymt annars þar. Þannig að þá það ekkert fyrir, þannig að ef ég ætla að breyta viðmótinu, þá það miklu einfaldara svona. Svo sjáum við class og wrap og það eru brotalínunar sem eru kringum elementin. Og hérna loksins viðmótið komið. Og þetta eitthvað sem við erum búin að vinna okkur saman að og til dæmis fengu notendurnir að velja hana græna lit, skil ekkert okkur. En þarna erum við búin að setja inn í eyjarnar öll viðmótin og þið sjáu þetta einn innsláttarkassa sem með rauðum bordir utanum. Og þetta til dæmis, það sem notendur slá inn kennitölu. Og ástæðan fyrir þetta rautt vegna þess að það vitlaust skráð inn í reitin. Og ef við kíkjum aðeins á baku okkur það að þá þetta input element og í HTML5 eru komnar ýmsar viðbætur til þess að gera notendaupplifunina gagnlegri og sýnilegri. Og það fyrsta sem við sjáum hérna uppi að það stendur required. Og það þýðir að það verður að skrá einhver upplýsingar og það sem notendinn var ekki búin að skrá neitt inn á þann, þá var reitinu vitlaus og þess vegna sett hún rauðan bordir. Síðan sjáum við að það autofocus og það eitt nýtt að við getum sett á það input sem við viljum að notandi byrja að skrá inn. Þannig ef þið til dæmis varum með heimasíðu þar sem að notandinn á að skrá sig inn á nýja síðu, þá getur sett bara autofocus á þann reit sem þið vilja að notandi byrja að nota, þá fókusin bara tilbúin. Notandinn þarf ekki að fara með músina, smetla á og svo skrifa. Svo eitt element þarna sem heitir pattern sem alveg stórkostlegt. Og það sem það gerir að þið sjáu það rosalega strengur inn í pattern og þetta það formúla sem til í flestöllum forritunarmálum og kallað regular expression. Sem þýðir það að þetta leitar upp í strengi og segir að ef hann uppfyllir þessi skilyrði þá hann sannur, ef ekki þá hann falskur. Og þetta getum við notað til dæmis að þegar notandi fyrir að slá inn kennitöluna að ef hann slæri inn 3212 að það náttúrulega ekki 32 dagar í
desember, að þá myndi reiturinn verða rauður. Síðan höfum við Angie module. Það er til að segja Angular hvert hann á að senda breytunar. Þannig að þegar hann er að senda upplýsingar á bakendan, þá veit Angular sagt við þennan reit og sendi þetta á bakendan og svo þegar svar kemur frá bakendanum, setti það aftur í þennan reit. Þannig að þetta er til að tengja hlutina saman. Svo sjáum við Angie key up og Angie paste og það eru svona action módular sem þýðir það að þegar notandinn er að slá inn að þá framkvæmur hún fallið sem er í sviganum, sem sagt get data í hvert sinn sem það er að slá inn eða þegar hann pastar einhverju reitin og þetta flýtir gríðarlega fyrir. Hérna sjáum við viðmótið aftur og þarna er ég búinn að slá inn kennitöluna mína og það sem hún er rétt, sem betur fer, þá kemur gulur reitur utanum og segir notandanum þú hefur slegið réttinn, þú getur haldið áfram. Þannig að notandi fær instant feedback og það flýtir rosalega fyrir einslættinum. Og líka dregur verulega úr villum einslætti og það sem er vist á hann í gagnagrunnin. Algjör snilld. En við erum með fleiri forrit heldur en þetta sem ég sýndi ykkur áðan sem kallast Askja. Þarna erum við með forrit sem heitir Esja sem er svona supportive forrit fyrir öskjuna, fyrir einsláttinn. Og í þessu forriti, þið sjáu þið svipar mjög til hins forritsins, þarna erum við endurnýta eins og við mögulega getum, HTML-ið, CSS-ið og forritunarkóðan á bakvið. Þannig að kerfin þóttu sér aðskilin og notendur sér að vinna í með sikuru, að þá eru endurnýtingin mjög góð á milli kerfa. Og það er eitt af því sem er snilldin á bakvið Angular, er að maður getur skrifað einu sinni og notað aftur og aftur. Síðan í þessu forriti þá sjáum við til dæmis að það er hægt að nálgast þjóðskrá og fleira og þetta virkar þannig að þegar við fáum sendar upplýsingar frá rannsóknarstofum og við þurfum að setja þær upplýsingar onni í gagnagrunnin, þannig gegnum þetta viðmót er gagnagrunninn okkar uppfærður og notandi getur líka flett í þjóðskrá en líka skoða rannsóknarsvörin þarna meðan það er að slá inn. Aftur aðeins að bakendanum, ég sagði ykkur áðan að við hefum skipt yfir í Postgres og eitt af því sem að ég gerði þegar ég var að endurforrita núna er að flytja eins mikið af vinnslunni og ég get yfir á gagnagrunnin. Og það hefur margborgað sig að láta gagnagrunni vinna eins mikið og hann mögulega getur að undirbúa upplýsingarnar áður en notandinn kallar á þar og þegar maður fer að skoða hvað til dæmis stærstu tæknirisarnir eru að gera eins og Facebook og Google og Twitter þá er nákvæmlega þetta sem þeir eru að gera. Þeir eru að láta gagnagrunni búa til gögnin eins mikið og hægt er, setja þau svo í cache og láta svo framöndan fá þau. Þannig að þá verður allt miklu skilvirkar og fljótlegra. Og líka að það dregur verulega úr kóðun á framöndanum og einfaldar kerfið til muna. Þá aðeins Angular. Það er svokallað MVC-kerfi, Module View Control, sem virkar þannig að notandinn gerir eitthvað aðgerð, ýtir til hnapp og þá notar hann stjórneininguna sem er control og controllerinn hann meðhöndlar módelið sem er sem sagt funksjón á bakvið og uppfærir hana sem uppfærir svo sýnina sem að notandi sér. Þannig að þetta er svona hringkerfi. Notandi gerir eitthvað, það fyrir aksjón í gang sem sýnir notandanum, hann hafi gert eitthvað og svona gengur þetta koll að kolli. Og þetta er sett upp svona til þess að aðskilja kerfisþættina eins og mögulega hægt er. Þannig að búa til sem þægilegast umhverfi fyrir forritarann að forrita umhverfið. Þannig að kóðinn verði sem best aðskildur. Hérna sjáum við einfalt svona HTML dæmi af heimasíðu Angular svona input dæmi að við sækjum fyrst Angular á netið sem er JavaScript dæmi síðan setjum við inn í HTML okkar einhverja input breytu sem er hvíti reiturinn og setjum svo skrautsviga inn á bakvið sæll með sama breytunafni og inputið. Þannig að þegar notandi slær eitthvað inn í inputið að þá uppfærist það samtímis í breytunni. Og þetta er ein stóra snilldin við Angular er þetta svokölluð two-way data binding er að þeir sjá að tengja alla hluti fyrir þig. Þannig að maður þarf ekki að búa til gettera og settera, maður þarf ekki að skrifa alveg gífurlegt magn af kóða en það hefur sýnt sig að maður getur dregið úr kóða alltaf 80%. Ég sagði áðan að Angular væri búið til úr töfrum
en að sjálfsögðu var það Guð sem að skapaði forritið, eða samt ekki alveg. Það er sem sagt teymi innan Google sem að bjóð til Angular til þess að leysa vandamál innan fyrirtækisins og þeir sjá að forrita og viðhalda kerfinu og eitt af sem sagt snildinni á bakvið, eins og ég sagði áðan, við Angular þessi aðskilnaður á milli hluta til þess að einfalda hann með forrituna. Það sem að margir kvarta undan að þegar þeir fara að skoða Angular betur og fara að nota það, að því meira og meira sem nota það verður þyngra og þyngra og erfiðara að læra það. Og það kallað svona lærdómskurva. En eftir því sem ég hef notað meira og meira og komist betur og betur yfir lærdómskurvuna, þá hef ég kynnst í hvað það að spara mér gríðarlega í vinnu að leggja þessa vinnu á mig. Að þegar ég að fara ofan í gamla kóða sem ég skrifaði fyrir löngu síðan, ég miklu fljótlega að kveikja á hvað ég var að gera og gera lagfæringar, heldur en að þurfa að setja mig inn í það aftur og aftur. Og sérstaklega þegar maður er svona einyrki í svona verkefnum og er að pæla í gagnagrunnum, hönnunni, CSS-unu, HTML-inu og öllu, og þarf að setja sig inn í hvert hlut fyrir sig á mismunandi stigum verkefnisins, að þá skiptir allt svona gríðarlega miklu máli. Þannig að fyrir þá sem að rekast á hann hól, reyna að komast yfir hann, eða ætla að nota Angular. Angular er með sem sagt modul sem ég kalla kerfistjóra og hann sér að tengja kerfisþætti þegar á þarf að halda. Þannig að það virkar þannig að maður getur kalla á alls konar þjónustur utanfrá og sagt þetta er til reiðu til þess að nota. Þannig að við getum kallað inn í þetta til dæmis annan rátur heldur en Angular ráturinn eða einhvers konar einsláttarbox eða funksjónir inn í HTML okkar sem við viljum nota og segir bara Angular, þetta er tilbúið, þú getur notað það. Svo er hann með controller sem að stjórnar öllu, sem er svona eins og verkstjóri og stjórnar hegðun kerfisins og hann getur sagt þjónunum sem eru service til og þjónarnir sjáum að framreiða. Þannig að þeir sjáum til dæmis að sækja gögnin á bakendan, kalla á bakendan, sendum við þessi gögn. Og þjónnin býr svo gögnin og sendir svo til verkstjórans sem sendir svo í viðmótið. Og að lokum erum við með þessi directive og þau kalla ég svona skipuleggjanda og þau sjáum að halda allir í röð og reglu og eitt af því sem hægt að gera með directives að búa til ný HTML-tög. Þannig að ef við verum að búa til heimasíðu með símaskrá, þar sem við verum að búa til kannski fullt af starfsmönnum og alltaf sami kóðuna bakvið, þá getum við með directive bara búið til template og sagt því að búa til HTML-element sem heitir einstaklingur og með nafn jaft og vinnusími jaft og e-mail og svo framvegis og þá er bara ein lína í staðinn fyrir hrúa einhverjum kóða og þá verður HTML-ið miklu skipulegra og auðveldara að vinna með. Og svo vil ég segja ykkur frá að í forritun að þá eru forritar að nota svona style guides og það er ekki til að segja hvaða litur á hettupeysum maður á að kaupa í haust, heldur er þetta að segja okkur hvernig við erum að forrita kóða og segja til svona bestu aðferðir í forritun. Og það er til frábær svona style guide fyrir Angular sem er forritar sem heitir John Papa sem sett þetta inn á GitHub sem er svona open source dæmi þar sem hægt að fara inn og skoða þetta og þar er fullt af síni dæmi til þess að sína hvernig best er að skrifa kóðan þannig að hann virki vel en líka síni dæmi svo maður skilji virknina sem best. Því að þegar maður lesa svona style guides fyrst þá er þetta svona nánast eins og að lesa latínu. En svo þegar maður sér dæmin með þá fer maður að skilja svona, aha, svona virkar þetta. Og eitt af því besta við style guide-in hans er að hann setur þetta upp með svona sókratískri aðferð. Hann segir, gerð þetta svona og svo spyr hann af hverju, svara því af hverju. En þá erum við komin á endan og mér vona að mér hefði tekist annarkvort að þessu tvennu. En mér finnst mjög gaman að deila þekkingu þannig að ef þið viljið hafa vita meira þá getið þið bara haft samband við mig og sendt mér tölvupóst og svo ef þið sjáum mig hérna á Rölt einhvers staðar þá er allt í lagi að ganga upp að mér, ég býta ekki. Takk fyrir. Þá erum við rætt í 2 spurningar, ef við ekki bara skjóta, eitthvað með spurningu. Já. Gjörðu svo vel.
Já. Já. Já, ég er búinn að skoða þetta vel og ég er sammála þeim að fara yfir Angular 2 vegna þess að það er að koma inn fullt af nýjum hlutum með til dæmis í JavaScript sem eru módúlar og fleira sem að munu gera mun einfaldar að skrifa og það eru ýmsir þættir í Angular sem að verða þá einfaldari en þeir munu halda áfram í skrifum að viðhalda útgáfu 1 eitthvað áfram og þeir eru hægt og rólega að koma með svona meira heildar framtíðarplan hvað það varðar og varðandi svona kerfi að þá held ég að maður geti alveg verið með legacy kerfi í 1 í einhver ár áfram ef maður þarf ekki að gera einhverja mikla breytingar en svo þegar maður bara tilbúin þá getur maður hoppa yfir þetta. Svara þetta spurningunni? Takk. Fleiri spurningar? Já. Það getur hrættur við að fara að nota Flex þegar það er svona stutt á veg komið og ekki supportað almennilega af öllum browserum? Sko þegar ég byrjaði að nota Flex að þá var verið að skipta úr gamla Flex yfir nýja Flex. Það eru til 2 útgáfur af Flex og það er ennþá báðar supportaðar á ákveðin hátt í sumum vefrum en sem betur fyrir þá var nýja útgáfan komið þegar ég var að byrja á þessu og þegar ég velti þessu fyrir mér en ég sá að það var komið svona það mikið support í umhverfinu að fólk var að segja já þetta viljum við nota. Þannig að þess vegna var ég ekki eins hræddur við það. Og líka að því að það einfaldaði svo mikið það sem ég vildi gera því að viðmótið sem ég var að búa til að ég þurfti að hafa svona þá eiginleika sem Flex bauð mér upp á. Þannig að þá var ég alveg tilbúin að taka eins þá áttu. Já, ég hef fullkomna stjórn á því og það er eiginlega einn stóri kostur við þetta er að ég hef ekki þurft að velta fyrir mig hvaða browser þeir eru að nota. Ég segi bara þið noti Chrome. Og ég meira að exporta kóðanum sem bara application en þeir opna ekki í vafranum sjálfur. Þannig að það hefur einfaldað mér alveg heilan helling en ef ég væri að búa til heimasíðu með Flex að það væri kannski eitthvað annar mál. Ég myndi mögulega gera það ef það væri einhverjum hluti sem myndi einfalda mikið fyrir mér en ég myndi samt sem áður örugglega þurfa eitthvað svona backwards compatibility. Yes, heyrðu, þetta var alveg stórkostlegt. Ég sá meiri góða en ég búst við, Já, okay. En það var rosa gaman. Já, takk. Heyrðu, við þakkum kærlega Þorgilsi fyrir og